Hvað að byrja, Guðmundur? Ég veit ekki, þú kallaði mig hingað. Ég kallaði hingað. Þetta fyrir þá sem að hlusta og horfa, þá erum við mjög góða vinir. Og mér langaði kannski svona fyrst og fremst til að fá það hingað, að því ég er búin að vera að fá hingað, ég fekk hagfræðing og ég fengi sérfræðing í tölvuforritun og mér langaði svolítið fyrst og fremst að fá það til að tala svona sálfræði og þróun sálfræði og hvernig sálfræði fer inn á netið og annað. Það mitt. En kannski áður en förum í það, þú hvað færði þig til að fara úr því að vera bara að starfa sem venjulegur sálfræðingur á spítala og síðan öðrum stöðum yfir í að vilja allt í einu fara að þróa eitthvað fyrir netið? Já, góð spurning. Bara eins og flesti sem eru að starfa í þessum bransa vita, geðvandamál og geðsjúkdómar stærsta heilsuvandamálið í heiminum í dag, vesturum heimi. Og tölfræðin er nú þannig að helmingurinn af okkur munu fá geðvandamál á einhverjum tímum til lífinu. Og síðan er mikið að sálfræðiþjónustunni byggt upp dálítið svona á svipaðan hátt og læknisfræðin og sem getur verið gagnlegt og röglegt oft en óheppilegt að því leyti að við erum að hjálpa rosa mikið fólki í sálfræðinni eftir að alvarleikin er búin að stigmagnast og þegar fólki komi með greiningar og þunglindi er orðið rosa mikið, þá færðu réttindin til að fá sálfræðast. Og það sá maður mikið í opinbera geiranum að það eru margir sem vilja koma af stað, vilja fá hjálp, en síðan erum við að forgangsraða þeim sem eru verst staddir. Og þannig að okkur langaði að breyta því hvað getum við gert til að gera þetta aðeins öðruvísi, hjálpa fólki aðeins fyrr í ferlinu. Okay. Þannig að einu stoltið svona svipað eins og við höfum talað bara varandi offitu og annað. Ef ég væri komast í offituna á að stoppa mig í World Class og segja, herðu, þú mátt ekki fara að æfa núna af því þú ert ekki komið með offitu ennþá, en komdu þú ert komið með offitu. En ertu ekki þannig að lýsa bara svolítið mikið hvernig heilbrigðiskerfið á bara Vesturlöndum og í heiminu virkar? Að þetta er í raun og veru svolítið sjúkdómakerfi. Þetta tekur við fólki þegar það er orðið veikt. Jú, það er svolítið þannig og það er rosalega erfitt líka að vera inn í kerfinu sjálfur, hvernig sálfræðin er kennd og svo er maður sálfræðingur og mann er kennt að sjá einkenni, mann er kennt að greina. Og svo erum við náttúrulega inn í kerfinu að við erum að hjálpa fólki eftir að það er komið kvíða, eftir að það er komið þunglindi. Þannig að það er stundum oft krefjandi að geta séð þetta aðeins svona úr öðru sjónarhorni. Þegar þú segir að helmingur okkar geti oft vonaði að fá geðkvilla, því þetta er svolítið, ég sé þetta svolítið þannig að þetta er, eins og það er oft bara í heilbrigðiskerfinu, þá bara þunglindi eða ekki þunglindi, sykursýki eða ekki sykursýki. En þegar þú segir helmingur geðkvilla, erum við þá ekki að tala einhvers konar geðkvilla en síðan geta þeir náttúrulega verið misalvarlegir. Jú, það er að segja, þá ertu að tala hvað myndirðu flokkar sem geðkvilla? Ef að manneskja komum, er þetta þá þú sést orðin ófunkarandi eða er þetta, þú ert með vægan kvíða eða? Einmitt. Já, svona, það maður myndi kalla að geðkvilla að því leyti þá ertu komið með, nógu mörg einkenni og funksjónin er komið niður að við byrjum að segja að það sé geðkvilli. En síðan gleymist ofta þunglyndi og kvíði og það er náttúrulega stærsta en áfengisvandamál, það er náttúrulega skilgreint sem geðvandamál. Fíkniefnavandamál eða áneytis fíkniefna, það er geðvandamál. Spilafíkn, það er geðvandamál. Þannig að kynlífsfíkn þú ert að flokka fíknisjúkdóma inn í líka. Já, einmitt. Þannig að það er sett það flokkum við undir líka geðkvilla. Það er svona áhugaverð pæling með bara hvenær eitthvað er orðið að vandamáli. Það er að segja við erum öll með einhvers konar tilhneigingar til að hvort sem að vera einhvers konar smá matarfíkn eða á einhverju tímabili drakki aðeins og mikið. Hvenær er þetta orðið að einhverju sem er hægt að skilgreina sem kvilla? Já, ég held að náttúrulega út frá greiningakerfinu þá erum við búin að ákveða það. Þá er oftast bara einkennin talin. En svo verðum við líka að muna það að greiningakerfinu er ekkert fullkomin. Til dæmis bara 8. áratugum þá var samkynhneigð flokkuð sem fólkið sem geðvandamál. Og svo akkurat núna er til dæmis
spila fíkn þegar börn og úlingar og aðrir og fullorðnir að spila mikið í PlayStation. Nú það orðið fíkn, en það tók smá tíma. En við vissum reyndar fyrir 10 árum að þetta var geðvandamál. En skilgreinina á einkennunum og hvenær þetta kvittir þau eru klár, en ég held að sé rosa mikilvægt bara þegar fólk finnst að þeim líði illa og þeim finnst að sín geðhelsa sé ekki nógu góð. Ég held að það sé komið tíma að taka það alvarlega. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt. Hvar finnst þér línan liggja? Því að bara fyrir þá sem eru einmitt að hlusta og horfa, það ekki þá ertu náttúrulega sálfræði menntaður og búin að starfa sem sálfræðingur og ert núna, við komum betur inn á eftir að þróa svona sálfræði þjónustu í gegnum netið. Ég bara með BA-próf í sálfræði, en ég samt með svona mikið pælt í svona mínar skoðanir. Hvenær erum við komin of langt í að fara að greina eitthvað sem eru bara heilbrigðar og eðlilegar tilfinningar eins og sorg og einhvað tímabil þar sem maður í lægð? Hvenær á þínum að við erum komin of langt í að fara að greina eitthvað sem kvilla og jafnvel gefa lifið í þegar þetta í raun og veru bara eðlilegur hluti af lífinu? Já. Einmitt, það er náttúrulega stóra spurningin hvar hvenær við erum komin á langt með það, en ég held samt að það bara mikilvægt, bara eins og mörg önnur samskipti, hvað tón við erum að nota. Þú veist, við erum að tala þetta. Ég held að það sé mikilvægt bara að taka alvarlega þegar fólki líði illa og líka skilja það til dæmis að það í lagi að líða illa. Þú veist, það í lagi að vera með sorg og til dæmis við vitum að þú missir ástvin, maka, börn eða foreldra, þú veist, það getur sorga viðbrögð getur verið upp að halvu ári og það ekkit að því, en það samt allt í lagi að líða illa og kannski reyna að gera eitthvað í sorginni ef það erfitt að komast yfir hana. Það held ég að sé allt í lagi. Ég hef svolítið búin að vera að tala menntakerfið í þessum þáttum og svona, þú veist, bjafn mikið og bara margt sem verið að gera vel þar, að það var líka svona margt sem mætti vera betra. Ég man allavega þegar við vorum að læra sálfræðina saman, að þá fannst manni stundum eins og það væri ákveðinu hlutir, kannski þú veist að bara vera að kenna einhverja teóri og einhverja bækur, svo núna síðan að kannski við vorum, maður orðin það gamall, síðan að við vorum í náminu, að þá þá náttúrulega búið að verða alveg bylting í bara snjallsímum og svona dóti, þarf að færa sálfræði þjónustu meira inn í nútíman? Erum við ennþá að vinna með módel sem kannski svolítið miðað við gamla tíma? Já, algjörlega. Ég held að rauninni ég held að við þurfum að kenna sálfræðina algjörlega öðruvísi í dag. Hvernig? Við þurfum bara að til dæmis sem við sjáum geðvandamálin þau eru að aukast. Bara í ungu fólki. Sjálfsvíg að aukast og tegund geðsjúkdóma að aukast. Við lifum lífinu öðruvísi sem við gerðum fyrir 30 árum. Og sálfræðin hefur verið rosalega aftur á að rauninni bara að skilja þessa hluti og gefa líka bara hjálp til fólks á þann máta sem þeim finnst best að taka móti hjálpinni. Þannig að ég held að það sé rosa mikilvægt. Þannig já, ég held að það sé komið tíma það, sko. Mér fannst svolítið kannski þegar ég var að ganga til sálfræðinga, þá fannst mér stundum eins og það væri, ef ég væri bara að horfa út frá sjónarmiði notandans, þá fannst mér stundum kannski ég með, þú veist, klukkutíma og ég fæ hann eftir 2 vikur og það kannski á miðvikudeginum 17. nóvember, en á mánudeginum 15. nóvember langaði mér rosa mikið að tala, þá var engin tími, en síðan á miðvikudeginum 17. þegar ég átti tíma, þá var ég kannski bara orðendáldi betri og mér langaði ekki raskat að tala og þá var tími minn. Ekki einhvern veginn hægt að breyta þjónustunni kannski þannig að þú sért með meira aðgengi og það þarf þá kannski ekki endilega að vera klukkutími? Jú. Þetta svona eitthvað sem ég er búin að vera að hugsa lengi. Jú, ég held sem bara eins og faga eins og með sálfræðin eða þú veist, sálfræði meðferðin að við erum svo rosa stutt komið með að fá upplýsingar, þú veist, hvernig fólk vil hafa þetta, hvað er hvernig getum við gert gott betra, þannig að upplýsingarnar, þú veist, það erfitt átt að fá upplýsingarnar, en algjörlega ég held að, þú veist, framtíðin í sálfræðimeðferð, hún verður meira svona asymmetrisk að þú ég það kannski ekki alltaf vera í sama tíma á rúmi til að gefa þér þá hjálp sem þú þarft og hún þarf ekkert endilega að vera 50 mínútur eða klukkutími, hún getur verið á annan máta, akkurat eins og
að ég geti fengið ef ég væri með sykursýki eða senda upplýsingar hana til læknis og síðan fæ ég feedback seinum daginn. Þannig algjörlega ég held að framtíðin sé dálítið þar. En hvernig að vera, þegar þú segir, notar orðið asymmetric, ertu þá að meina að það sé hægt að nota tæknina meira? Nota tæknina meira, algjörlega, en hvernig það sem leyst, það er náttúrulega erfitt, þannig að sálfræðin dálítið öðruvísi, sálfræðin meðferð, einn hluti að því að fá eitthvað út úr sálfræðinni að tala við mannesku og þú verður að finna empati frá manneskunni, þú verður að finnast hún skilja þig, það er einn svona hluti að þig líka að þér líði betri eða fái hjálpuna. Þannig að akkurat aðferðarfræðin í sálfræðinni, hún er mikilvæg en þessi manneskjulegu þættir eru ekki minna mikilvægari. Hvernig er, áður en við förum svona kannski í þetta sem þú ert að bralla og búin að vera í síðustu ár. Þú ert búin að, í raun og veru, þú, eins og ég, varst í sálfræði á Íslandi og svo menntaður þig, þú ert í raun og veru búin að kynna svolítið sálfræði kúltúr í 3 löndum, er það ekki rétt? Íslandi, Danmörk og Noregi. Finnurðu mikið mun á milli þessara landa hvernig nálganirnar eru? Og hvernig vandamál fólks eru? Eða er þetta allt bara frekar svipað? Mér finnst þetta svona frekar svipað, en það er kannski einhver munur, það er ennþá mikið stigma og tabú að tala geðsjúkdóma og geðheilsu. En mér finnst kannski Noregur og Danmörk komin aðeins lengra með það en á Íslandi. Að hvað leiti þá? Bara, ég finnst fólk oft hart í tali með geðsjúkdóma á Íslandi. Mér finnst vanta upp á svona meiri nútíma leiðinga hvar til dæmis áfengisfíkn, vogur og það til búin að leiða það dálítið, það þarf nýjar aðferðir. Hvernig þá? Ef við myndum segja hvaða aðferðir væri verið að nota í Skandinavíu við áfengissýki eða áfengisfík sem eru öðruvísin á Íslandi? Já, bara kannski aðeins meiri til dæmis valmöguleikar. Ég til dæmis ég held til dæmis að 12-sporakerfin hendi ekkert öllum með áfengisfík, en það er dálítið svona verið að setja alla í ekki verið að setja, en það er dálítið svona, myndur ekki segja svona aðal leiðin til að vera að vinna. Jú, ég kannski ekki sérfræðingur, en þú veist það klárt mála að 12-spora-leiðin hefur hjálpað rosa mörgum og bjargað rosa mörgum, en það kannski mitt, ég þekki það ekki alveg, en ef þú vilt ekki fara þá leið, þá er það kannski eitthvað svona smá það er svona kannski smá fordómar á móti þá ertu svona eins og sért ekki alveg tilbúin að vera í meðferðinni, og þú veist, teka fram að þá maður ekkert að gera lítið úr 12-spora-leiðin eða hvað hún hefur hjálpað mörgum. Nei, einmitt. En þú ert þá að meina að það mætti bara vera að það mættu vera fjölbreyttari valkostir fyrir fólk. Fjölbreyttari valkostir, algjörlega, og svo líka við sjáum til dæmis bara tölfræðina bak við antidepressiv á Íslandi. Nú man ég ekki hvað það kalla. Já, bara þunglyndislyf. Kvíða og þunglyndislyf. Alltaf rosalega dóminerandi að gefa fólki þunglyndis og kvíðalyf á Íslandi. Og það er dálítið, já, mér finnst það ekki góð þróun og þetta er eitthvað sem er hækkandi. Og oft er verið að tala þetta, þá oft finnst mér dálítið svona að fólk sett í 2 hópa, ertu á móti lyfjum, ertu á móti læknisfræðinni. Það er enginn að tala það. Ég tek sjálfur ofnæmislyf á sumrin, það er rosa fínt fyrir mig. Það hendar rosa mörgum að fá lyf fyrir kvíða og þunglyndi, en við getum ekki verið að gefa kvíða og þunglyndislyf við 1/5 af þjóðinni. Það er ekki hægt, og þá ekki vera alltaf fyrsta val fólk sem er að sækja sér hjálpar. Hvernig myndir þú segja að ég hef stundum sagt að mín skoðun á þessu sé einmitt að því ég er svo sammálaður með að þetta er ekkert svartkvítt, þetta er ekki ég með eða á móti. Nei. Og umræðan verður ósáft þannig einhvern veginn að þú ert bara á móti lyfjum eða þú ert bara með lyfjum. Hvernig myndir þú að því ég hef stundum útskýrt það þannig fyrir mig að þá finnst mér vandamáli vera að ef þú ætlar að skrifa upp á lyf, að þá er rosalega mikill munur á einstaklingi sem að kemur inn til sálfræðings eða þú þá náttúrulega mentalega geðlæknis sem þarf að skrifa upp á lyfið og það er sagt bara já, heyrðu hér er lyf, það bara gæti hjálpað þér, verður blessaður. Versus það að það er annar sem segir, heyrðu, hér er lyf,
þetta eitt af þeim vopnum sem við ætlum að nota og við ætlum að setja upp tímaramma hérna. Þetta lyf ætti að hjálpa þér að líða betur í x langan tíma og á þeim tíma getum við notað áhrifin af lyfinu til að hjálpa þér að taka á hreyfingunni, mataræðinu, svefninum, hugrænu atferlismeðferðinni, þessu. Þannig að eftir svona langan tíma þá ættu þau vopn að vera farin að virka mjög vel, þá getum við fara að draga úr skammtinum, með öðrum orðum. Segjum síðan að best case scenario sé að báðum einstaklingum er farið að líða betur eftir 6 mánuði. Annar hugsar, já, þetta er bara út af lyfjunum, ég þarf að vera á þessum lyfjum það sem eftir er. Hinn hugsar, lyfin er kannski einhvern part í þessu, en allt hitt sem ég er búin að gera getur nú verið líka. Þannig að sá einstaklingur er ekki með svona lært hjálpaleysi. Hann er einhvern veginn, já, heyrðu allt þetta sem ég er búin að vera að gera, þannig að honum líður eins og hann er sjálfur þátt í sínum bata. Og ég held að það algjörlega, það sem þú vorst að segja þarna, þú veist, eignunavillan, þú veist að það er rosa gott og jákvætt í ferli að geta eignað, þú veist, árangurinn að hluta til, eða stærsta til sjálfsins. Og það er oft sko, ókosturinn kannski við að taka lyf og segjum sem að þú sért að gera svo góða hluti og svo tekur þú lyf og þá heldur ég, allt sem ég gerði það skiptir engu máli. En það er kannski einn af ókostunum. Af því líka mörg af þessum lyfjum, það stendur bara á umbúðunum og því ég hef tekið svona lyf, gæti byrjað að virka eftir 2 daga, gæti líka byrjað að virka eftir 6 vikur. 6 vikur er bara mjög langur tími og kannski var ég að gera fullt af frábærum hlutum sjálfur. Og það er villan, ég held líka bara oft sko að geta séð þetta bara aðeins í stærri samhengi. Þú veist, það er ákveðið ökosystem þarna sem er í gangi. Þú ert með lyfjafyrirtæki sem búa til lyf og síðan er það þannig að þú veist, að ríkið, það kaupir náttúrulega inn ákveðin lyf eða blánóta eins og að kallast, þannig að það er ákveðin lyf sem eru þá greidd niður og önnur ekki. Þannig að þá verður oft þannig líka sko, þannig að íslenska ríkið á náttúrulega stærsta ábyrgðina þarna, þú veist, með að vera að skoða eins hvað valkostur er í gangi fyrir þjóðinni og hvernig við viljum vera að mæla árangurinn á þessum valkostum. Það er að segja, og þannig að þá verður það ef að þessi liður er greidd niður, það er léttara fyrir lækninn að skrifa upp á það, sjúklingurinn er ánari, það kostar ekki svo mikið, ef að sjúklingurinn myndi bera allan kostnaðinn, það var þetta dálítið annað, þannig að kerfið er dálítið svona, maður verður að líta á svona heildarhlutina. Og líka fyrir heimilislækni eða lækni sem er að skrifa út, ég meina, getur verið, hann er með stuttan tíma, kannski, ég veit ekki, og tala við læknir, ekki 10 mínútur, 15 mínútur. Mér finnst þetta bara svo lógist framhald að þessu sem við erum að tala um núna, að pabbi minn til dæmis er með doktorsgráð í sálfræði og hann er sérfræðingur í ákveðnum hlutum. Hann er kannski að vinna með ungling sem er með athyglisbrest eða kvíða. Hann má ekki skrifa upp á lyf, en svo er heimilislæknir sem er ekki nálægt því að vera með sömu sérfræðing og hann má skrifa upp á lyfin. Er þetta ekki eitthvað sem við þurfum aðeins að fara að skoða? Jú. Og svo kannski, bara svo ég taki það, svo kannski fær pabbi minn, hann er kannski með þennan einstakling og svo gerist fullt af hlutum og hann er með þennan einstakling í terapíu, svo gerist fullt af jákvæðum hlutum í lífi einstaklings, en læknir er skrifa upp á lyfir hann og svo er pabbi minn að hitta þennan einstakling 2-3 árum seinna, hann er enn að taka lyfin, en það er bara ég eignaðist kærustu í millitíðinni, mér fór að ganga betur í skóla, lífið mitt er bara rosa fínt, ég búið akkur eftir þú ennþá á lyfjunum. Já, því ég hitt aldrei geðlæknir minn, það er bara, þú veist, hann bara ítir á bara endurprentun á lyfinu. Þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi, sko. Þetta er náttúrulega, einmitt, þarna líka, sko, vonandi líka tæknin getur leyst einhver hluta þessu vandamálum að verða að vera betri eftirfylgni eftir að einhver viðkomandi fékk lyf sem var kannski besta ákvörðun á þeim tíma, hver veit, eða kannski var hún það ekki. En besta ákvörðun með lyfjagjöf er náttúrulega þannig að fylgin eftir, mæla, taka nýtt samtal, tekur ákveðin tíma fyrir þunglyndskvíðalyf til að byrja að virka, þú voru að láta mæla árangurinn og hvernig líður til að endi með þetta aftur. Og það er allt á mörgum tilfellum því miður að fólk hefur fengið einhver lyf og læknirinn er löngu búin að gleyma því að hann að við komum þetta kannski á lyfjum 3 árum seinna, en ekki það að hann sé vondur og vil ekki gera gott starf, en það er bara rosalega mikið að gera í heilbrigðiskerfinu
og það það sem gleymist oft sko, að þegar maður leyfir sér að gagnrýna kerfið þá maður ekki að gagnrýna einstaklingana sem að vinna undir biluðu álagi og maður skilur alveg að þeir eru bara settir í þá stöð að þeir geta kannski ekki unni vinnuna sinni eins og þeir vilja. Já, einmitt og svo bara líka bara fullt líka lögum og öðru sem bara hamlar fólki. Ég meina, ég get verið með einstakling í sálfræðimeðferð svo hann hættur. Ég get ekki bara verið að hringi hann og spyrja hver hann gangi eða hann nú komið aftur inn í tjekti mín að það gengur ekki. Ég get heldur ekkit bara farið sko, ef hann hættur í sálfræðimeðferð ég get ekkit lagalega sé bara farið inn á hann journal og sé hvort að eitthvað sé í gangi. Ég ekkit með þau réttindi og engin annar heldur, þannig að það eru margar víddir þarna sem þú veist maður þarf að taka tillit til sko. En hvað myndirðu segja með eitt af því sem ég upplifði þegar ég á sínum tíma gekk til bæði sálfræðings og geðlæknis, frábært að fara í samtalsmeðferð og það er bara allt sem bendir til þess að það sé eitthvað sem bara allir geta greitt á. En mér fannst vanta, þú veist, mér finnst ennþá vera stundum þetta svona bara kött og við hálsinn. Ég að reyna að hjálpa þig með mental healthið þitt, þannig að við erum bara að pæla í þessu hér en við ætlum ekki að vera að pæla í líkamanum að þér. Þannig að ég var til dæmis aldrei spurður hann einu viti, bara Sölvi, ertu að drekka mikið áfengi? Þú veist, hvað ertu að drekka marga kaffibólla? Og ef svarið hefði verið að ég drekk 20 kaffibólla á dag, skilurðu, þá hefði verið mjög fínt fyrir þó þetta sé sálfræðingur eða geðlæknir. Ef ég að setja líkamann minn í rosalegt ójafnvægi, þá kannski bara sef ég rosalega illa og það kannski bara stærsta ástæðan fyrir ég þunglyndur. Vantar ekki svolítið, við erum kannski að skána að það sé tekin aðeins heildrænni nálgun á þetta að þú veist að einhver sérfræðingur inn í kerfinu sem má bara vera eiga við þetta hér, hann kannski ekki sérfræðingur í því sem þyrft að taka hann í öfnuna líka sem eitthvað sem að gerast í líkamannum og annað. Jú, algjörlega og ég held bara eins og bara með heilsuþjónustu, það er bara svo rosalega mikið sem hægt að bæta og vonandi næstum árum, ég meina með betri tækni, með þú veist, betri nálgunum þá getum við leyst mikið þessu vandamálum, ég held það sko. Hvað myndirðu segja að væri ef þú að því þú segir þessi margt sem getur lagt, hvað myndirðu segja að þú nefna einhver svona 2-3 atriði sem þér finnst kannski hægt að setja í forgang yfir eitthvað sem væri hægt að laga? Ég held til dæmis eins og það sem Ísland geti gert, metnaðarfullt og lítið land, getur sett geðheilsuna í forgang. Gæti hætt að hugsa hjálpa bara þeim sem eru verst staddir, hætta því, gefa aðgengi fyrir alla að sálfræðiþjónustu. Ég held það. Við getum boðið bara öllum þegnunum upp á sálfræðiþjónustu. Ég held að það sé framtíðin. Ég held að bara taki smá tíma til að finna út því en ég held að það sé algjörlega framtíðin og að einhverju leyti er það hægt til dæmis, það eru einhverju skólar og aðrir sem eru með, þú veist, þú getur komið mjög snemma til sálfræðings, hafi fjölbrautaskólum, hafi skólum, hafi heilsugæslum og líka einkareknum aðalum, hafa stutt aðgengi að sálfræðingum. Ég held það. En að við erum svona svolítið aftur að koma að þessum punkti með hvað kerfið eitthvað svona grípur seint inn í. Er ekki að því þú ert náttúrulega þú hélst áfram að læra sálfræðina þegar ég hætti, eftir BA-prófið mitt og náttúrulega ert búin að vinna við þetta, þannig að þú ert betur inn í því en ég. Er ekki búið að verða, ég man þegar ég var að læra þetta, þá fannst mér nálgunin vera svo mikið sálfræðingur einhverju sem kemur inn í líf þitt þegar allt í steik og hlutverk hans að hætta að láta allt verið í steik og þú svona fungerar, þá ertu bara góður og ertu sæll. Í staðin fyrir að hlutverk sálfræðingsins væri, við viljum að lífsgæðin þín séu sem mest, við viljum úr sér hamingjusam, við viljum að líði vel. Það er að segja, ég er ekki bara að taka við þér þegar þú ert í tætlum til þess að gera þér rétt svo fungerandi. Einmitt. Ég held það bara tæki og tól, rosa mikilvæg og líka, þú veist, og þessa greina verið að tala saman líka, þú veist, sálfræðingurinn, hann verið að taka líka bara meiri þátt í til dæmis menntunarstarfi. Við verðum að fara að tala um geðheilsu í skólum, við verðum að byrja snemma, skilur, tala um tæki og tól fyrir úlinga, fyrir börn,
og gera það á þann máta þú veist, við þurfum ekki endilega að kenna þeim öll einkenni þunglindis og kvíða, það snýst ekki það en kenna þeim aðeins geðheilsu, hvað er mikilvægt að gera í lífinu, við hverju má búast hvað er að gera í lífinu þegar hlutirnir verða erfir og slíkt, og ég held að það sé rosa mikilvægt það er ekki aðeins fyrra. Heldur að vera hægt að innleið inn í skólakerfið einhvers konar bara alveg eins og við lærum landafræði ef við værum að læra geðheilsu bara? Jú, ég held að það sé bara rosalega sniðugt að fara í það og það er erfitt, nú er búið að breyta námskólanum til dæmis í Noregi, nú verða skólarnir að tala geðheilsu þannig að þeir verða að gera það en svo bara vissi enginn hvernig það ætti að gera það Alveg frá 6 ára bekk? Nei, það er verið að byrja eins með svona held ég 12 til 16 það verið að byrja að tala þetta þar en maður verið að byrja einhverstaðar það verið að byrja einhverstaðar og líka auðvitað svo vissi náttúrulega enginn hvernig það ætti að tala Lentu þá ég vandraði með svo ég sletti executionið það er eitthvað annað og svo líka bara varandi ákveðnum kennurum, ég meina eru þeir með reynslu eða voru þeir með kompetens eða í að fara í þá hluti en ég held að sé bara komið rosa jákvætt úr þessu, ég meina þá er verið að tala um það þarna, hvernig á að leysa það og svo byrja einhvers þar og svo líka í þessu sem er svo athyglisvert og nú eru til dæmis öll sveitafélögin á Íslandi til dæmis þau eru með ábyrgð að stuðla að forvarnastarfi á Íslandi og geðheilsan er þarna stærst ef við bara tölum það er mörg sveitafélög komin í þetta sem heitir heilsueflandi samfélag heilsueflandi samfélag og geðheilsan eins og við tölum það kostar samfélagi mest, það kostar ríki mest að öllum heilsuvandamálum það dýrara heldur en, þú veist, ef við erum að tala bara eins og offitu, hjartasjúkdóma það er dýrara og það er dýrara og síðan er sko það sem er svo sorglegt í þessu að ef þú fer núna og spyr sveitafélögin og fer að spyr sveitafélögin hvað eru upplýsingarnir semst verkefni sem þú ert að gera hver eru upplýsingarnir verkefni, hvað eru margir að mæta á þunglindisnámskeið hver er útkoman að þeim og ég get lofa þér því, það er engar upplýsingar semst activity og útkomu þannig að við byrjum oftast á að gera einhver verkefni, setja eitthvað í gang en sem missum við alltaf þetta evaluation bit í að finna út hvað er að virka og ekki þannig að það er rosa leiðrétt þannig að auðvitað, þú veist, getur verið fínt að fara að stað með eitthvað verkefni og þú kannski hugsaður að það myndi hafa einhvern semst árangur, alveg eins og við vitum í lífinu að við höldum að eitthvað virki og svo sjáum við bara að það virki ekki það er allt í lagi líka, þá breytum við því en það vantar svona element sko í kerfinu að geta fundið út hvað virkar og ekki þannig að ef við vitum ekki ef eitthvað er að virka, hvernig við þá geta breyti þannig að það er alltaf óhöpilegt að maður vill helst bara, þú veist, fara í gang með eitthvað og svo vil maður ekki vita að það virki ekki þannig að ég held að með öll svona verkefni, byrja á einhverju hafa upplýsingaflæði rétt og vera tilbúin til að evaluata ég held líka bara við sem erum í einkageirun núna að það er náttúrulega fullt af göllum það líka og engin fullkominn en það sem er gott þar er að það er þessi feedback loop og líka og fara á stað með eitthvað að það er allt í lagi ef það virkar ekki við viljum vita það flesti hluti virka ekki í byrjun en er ekki einmitt, mann finnst allavega að maður hugsa þetta bara Vesturlönd að það er ekki, þú veist, nú til dæmis eins og systemi vinnur inn í fjármálaráðuneytinu en ég þarf ekki einu svona heimildamann þaðan til að sjá bara hvað kostnaður við heilbrigðiskerfin er alltaf að aukast og þá er spurningin, þurfum við sem samfélög ekki að fara að taka umræðunum í staðan fyrir að við ætlum bara alltaf að setja meir og meiri kostnað í að reyna að laga vandamálin eftir þau eru búin að eiga sér stað að fara að sturta peningum í að reyna að koma í veg fyrir að vandamálin verði Jú, einmitt og ég held við líka bara almennt séð hvað sem að ég held að það sé rosa mikilvægt en það er, held ég bara svona pólitískt erfitt, skilur og það vilja náttúrulega allir veri hetjur og segja það sem þeir fara á stað með virki en ég held að bara það verði að vera meiri krafa á allavega, þú veist, bæði það að við sem fólki á götunni getum séð bara hvað er að virka og ekki og það er líka allt í lagi ef eitthvað sveitafélag stað með eitthvað verkefni var þetta geðheilsu og það virkar ekki
það er allt Fyrsta skrefið, eins og sagði með Noreg, fyrsta skrefið er náttúrulega að byrja að reyna. Fyrsta skrefið og síðan er líka sorglegt eins og maður bæði heyrt af á Íslandi og annars staðar að fara á stað með sko, námskeið forvarnir fyrir þunglindi fyrir úlinga og halda það á bókasafni. Heldur að margir mæti. Þannig að úlingar er ekki bókasafnum í þetta. Það er bara þannig. Og það er rosa sorglegt út af því að Anna, Sigríður og Espen, þau vildu endilega fara á stað með eitthvað námskeið. Þau lærðu þetta námskeið með þunglindi en síðan voru rosalega fáir sem mættu. Og það er leiðilegt. Þannig Já, en ég meina þetta er svolítið eðli kerfa, þau eru þunglamaleg sko. En mér finnst svona einhvern veginn bara í þessari umræðu sem við erum að taka núna heilbrigðiskerfið og svona heildina, mér finnst maður verður jafn mikið og maður vil alls ekki gera lítið úr þeim sem veikjast í COVID og allt þetta, og mér finnst þetta COVID-tímabil sína svolítið, það er allur heimurinn undirlagður að því að vera að tala smitsjúkdóm, en það er rosalega lítið og eiginlega bara ekkert verið að tala hvað getum við gert til þess að hafa ónæmiskerfið okkar sterkt. Ætti ekki á þessum blaðamannafundum bara alltaf jafn mikið að vera að tala að sprita hendurnar, sofa vel, borða hollt, hreyfa sig, skilur og þarna sér maður svolítið að fókusin er bara á hvað ætlum við að gera sko við kvillan en ekki hvað ætlum við að gera til að koma í veg fyrir að kvillin eigi sér stað og hvað ætlum við að gera til þess að lágmarka líkurnar á að kvillin verði slæmur þegar hann er búin að eiga sér stað. Þú veist, jafn mikið og maður vil alls ekki vera að gera lítið úr því að þetta getur náttúrulega bara lagst alls konar á allt fólk. Að þá, með allt sem ég hef lesið heilsu, þá er bara allt sem bendir til þess að þú sért sko 3 sem er líklegri til þess að pikka upp allar sýkingar ef þú sefur minni en 5 tíma á nætuna. Til dæmis, skilur. Samt er enginn að segja hérna á hverjum degi, sofa 8 tíma, sofa 8 tíma, sofa 8 tíma. Það er engin áherslu á forvarnirnar, sko. Nei, einmitt, og ég held að sé oft bara minna spennandi að tala það er líka bara einmitt, þannig og líka bara óþægilega fyrir okkur sem einstaklinga þurfa að taka ábyrgð á okkur. Já. Ég held að það er að láta eitthvað grípa okkur, sko, eftir að lífstílinn okkar er búin að vera slæmur. Já, það er aðeins líka léttara að sjá þegar einstaklingurinn er komið offitu eða þunglindi er orðið Svo er það líka viðkvæmt að tala þetta, sko. Af því það er alltaf, ef maður vogar sér að benda á þetta, þá er eins og maður sé svona einhvern veginn að ráðast á einhvern hóp sem er með einhvern kvilla, sem er alls ekki pælingin, sko. Nei, einmitt. Það ég held að sé bara mikilvægt að tala þessa hluti frá flestum sjónarhornum og þá er þetta verið aðeins klókur það. Hvað myndir þú segja því nú, þú veist, ferð að læra sálfræði og læra sér meiri sálfræði og ert núna í þessu verkefni sem við tölum aðeins meira á eftir. Hvað er það sem að fær þitt til að fá svona mikinn áhuga á sálfræði? Er það, þú veist, út af því að þú sjálfur kemur úr erfiðum aðstæðum eða náttúrulega algengt að fólk fara að læra sálfræði eða gælahinsfræði út af því að það er á einhvern hátt að reyna að laga sjálft sig? Já, einmitt. Og ég held að það sé góða punktur og oft hefur það verið sagt með sálfræðina að það eru margir sem farið það út af einhverju og stundum höfum við kannski reynt að bæði frá eins og sé asnalegt eða ekki vera þannig en við getum líka bara snúið við og sagt að segja jákvætt. Ég fer í sálfræðina út af föður mínum sem var með alvarlega andleg veikindi. Þannig að ég held að það að vera svona aðal ástæðan fyrir því að ég fór í sálfræðina. Ég veit hvað geðsjúkdómar geta gert við fjölskyldulíf einstaklinga og það var rosa þungt að eiga föður með alvarlegan geðsjúkdóm. Þannig að mér veist svona verið mín köllun er raunin að vera að vinna í þessum málaflokki og hef mjög mikið passion fyrir því. Finnst þú þá að ég upplifir sem pappa minn að köllunin hans ekki akkvart börnum af því að hann upplifir svo erfiða hluti sem barn. Upplifir þú það eitthvað svipað eða er þetta bara jafnt hjá þér varðandi fullorðna börn? Svona frekar jafnt og finnst mér en aðalega sko, já, kannski ég hef einblítt meira kannski á unga fullorðna og þannig að geta hjálpa þeim kannski málaflokki, ungum fullorðnum og fullorðnum. Þannig að mér finnst það mikilvægt. En talandi þetta stigma, með svona áhugavert einmitt að þeir sem eiga að vera að vinna í að hjálpa öðrum í geðsjúkdóma, sálfræðingar og geðlæknar, eru oft með fordóma fyrir sínum eigin geðsjúkdóma. Já, maður lifandi. Það er rosalega sérstakt. Maður lifandi. Ég held athyglisvert að hugsa tilbaka, bara eins og í sálfræðináminu, framhaldsnáminu, að það er oft þannig að við tölum geðheilsu og sálfræðin þannig að hinir eru með vonda geðheilsu
og ekki við þannig að við erum að hjálpa hinum en við erum svo góð og síðan ég er búin að vera í þeim hópi ég er búin að vera sjálf með stigma og tabú gagnvart föður mínum gagnvart því sem ég gekk í gegnum og var rosalega mikilvægt fyrir mig að enginn myndi vita af því að því ég skammaðist mín Áhugavert. Og það var þannig og svo því ég byrjaði með þetta fyrirtæki og fór í það, þannig ekki lengra síðan en það að ég var að halda fyrirlestur fyrir nokkrum árum og ég var að tala hvað stigma og tabú væri rosa mikilvægt og ég hefði ekki sagt mína sögu og ég passaði með að enginn vissi það og eftir hennar fyrirlestur það var nokkur hundruð manna þegar ég horfði á mig í spegil Guð minn almáttugur, hvað ég að gera? Tala stigma og tabú og ekki að tala mína sögu. Þannig að frá þeim degi hef ég talað mína sögu alltaf því ég get gert það og þannig að ég svona reynt að vinna með að hugsa ekki að sé semst veikleiki en það styrkleiki og ég hugsa allt öðruvísi mína sögu í dag þannig að en þetta alveg rétt það stigma og tabú og það hefur verið og við þurfum bara að hætta því. Þetta í raun og veru gífurlegur styrkleiki vegna þess að ef ég bara aftur svona verið sjálfhverfur og tala sjálfa mig sem notanda þegar ég var að ganga til sálfræðings og geðlæknis þá var ég alltaf að hugsa ætli þeir þekki eitthvað hvernig að líða svona og mér myndi alltaf líða betur ef ég vissi, hann hefur gengið í gegnum eitthvað svipað og ég. Það styrkleiki fyrir fræðimanninn að geta tengt við þann sem að glíma við erfiðleika. Já, algjörlega, ég held líka bara eins og með sálfræði meðferð þegar fólk að fara til sálfræðinga, ef fólk skilur að finnst það í einhverju vídd, ef fólk finnur fyrir því að þú hefur gengið í gegnum einhverju hluti í lífinu, það sé einhver dýpt í þér. Ég held að það bara gerir því að betri og sterkari sálfræðing. Ég held oft fólk skynji það og það stundum erfitt líka að vera, nýútskófaður sálfræðingur, 26 ára og það kannski fyrsta vinnan sem þú ert búin að vera að vinna við það núna í sálfræðinu og það verður allt gengið rosa vel. Þá það erfitt, ég ekki að segja að það sé ókostur en það bara erfitt fyrir marga. Þannig algjörlega. Förum aðeins inn á þetta sem þú ert búin að vera að brasa núna síðustu ár. Þú ferð frá því að segir okkur síðan frá þú ferð frá því að vinna bara sem svona innan gæsalappa hefðbundi sálfræðingur yfir í að fara að þróa sálfræði þjónustu á netinu og ert núna með fyrirtæki LifeKeys í Skandinavíu. Hvað er það sem færið til þess að svona fá þessa hugmynd og B, hvað ertu búin að læra núna á þessari vegferð og hvert þetta komið í að vera að reyna að veita sálfræði þjónustu svona í nútímanum í gegnum netið því ég gef mér það framkvæmdin á þessu lítur að vera talsvert erfið úrlausnar. Já, akkurat. Nú voru bara koma með A-spurninguna því ég byrja að hugsa B-spurninguna A-spurningin, hvað fær því að þú veist bara, A-spurningin meira kannski svona bara frumkvöðlarspurning hvað fær einstakling sem bara í hefðbundinni vinnu með nokkuð góð laun með fjölskyldu, hvað fær hann til þess að segja, ég til ég að taka risk núna hérna eitthvað sem ég ætla að gera, ég ætla að fara að segja vinnunum en að fara að starta fyrirtæki þá hlýtur að þurfa að vera með einhvers konar ástríðu. Þú hlýtur að vera með eitthvað sem þið langi bara mjög mikið að gera. Manstu eftir einhverju mómenti þar sem þú svona hugsaðir, þetta er það sem ég ætla að gera. Já, þannig það er A. Já, það er A, akkurat. En það er rosa erfitt að fá spurningu á þess að svarin ekki heiðarlega. Ég held á minni vegferð, gengi vel, ég hef verið með einkastofu, vann hjá Sameinuðu þjóðunum áður en fluttið til Noregs, verið í skemmtilegum verkefnum, mér leið vel. En akkurat eins og hlutir í lífinu, ég eignast fyrsta son minn fyrir 5 árum og hann fæddist og honum var ekki, hann var gekk rosa erfiðra, þannig að hún var ekki hugsað að hann geti lifað. Og það var rosalega erfið vika, þannig að hann var í öndunarvél, hann var á svona bráðamóttöku og þá fær maður þessa nokkra daga á viku til að hugsa lífið almennt. Og ég hugsaði í þessum aðstæðum fólk segir að sé ekki trúað en þú byrjar að biðja þú byrjar að gera allt saman bara til að þetta gangi vel og það var þannig að í bráðamóttökunni hérna fyrir börn og í þeim aðstæðum sem að vara það var sameiginlegt mötuneyti með börnum sem eru krabbameinsveik og þarna var ég í kaffeteríunni og þarna voru börn sem voru krabbameinsveik sem ég byrjaði að spjalla við þau, við vorum í krabbameinsvegferð og á þessum dögum bara byrjaði maður að fá öðruvísi sjónum með gagnvart lífinu
þú veist aldrei hvenær lífið getur bara breyst á no time og ég held ég bara þarna séð aldrei svona minn karriér svona aðeins öðruvísi, maður er minna hræddur og sem betur fer vorum við rosa lánsöm gekk allt rosa vel við soninn og hann er við hestaheilsu, þú búin að hitta hann sjálfur Jú. þannig mjög vel gerður drengur já, þannig og eftir þeim tíma þá bara sér lífið öðru þetta er stuttu tími sem við erum hérna við verðum að gera eitthvað, við verðum bara óhrædd og þá fór ég bara beint í það að stofna fyrirtæki og farið fullt í það og við erum bara óhræddu síðan. Ekki svolítið skrítið að fólk þurfa oft svona eitthvað sjokk til að hugsa, hvað er ég að gera við lífið mitt til að taka séns? Jú. Þurfum einhvern veginn að láta hrist okkur, sko. Það er ótrúlegt og líka að upplega þetta sjálfur. Ég búin að var svo sálfræðingur lengi og ég sér það mig í svona tráma. Við var á, unnið á stríðsátökusvæðum og verið með fólk sem verið tekið í gíslingu af hryðjuverkamönnum og öðru og það eru margir sem tala þarna. Bara í Noregi og svo í Mið-Austurlöndum. Þannig að margir sem tala það ákveður svona event sem þú getur upplifað eftir og getur þú séð aðeins hlutina þess öðruvísi. Þannig að Ég pælti því sem svo bara, þú varst nú umgangst með svolítið þannig þegar ég fór í mitt svona versta kvíðaástand og ég var að vinna í Íslandi í dag og ég var komið sem eitthvað hundleið og þú manst eftir þessu. Mér langaði ekki en allt annað en að segja upp. Allt annað en að segja upp. Og hvenær segi ég upp, það er þegar ég er rekin. Ég get ekki gert það sjálfur. Nei, mitt, já. Þú veist, þetta er einhvern veginn, Akkurat. Þú veist, við erum, innst inni heilin í okkur náttúrulega hannaður til að verja okkur og við erum bara öryggisfíklar. Já. Einmitt, og ég held það eins og bara í mörgum að blundi eitthvað í og fólk vilji gera eitthvað og svo er rosalega auðvelt að, þú veist, telja ástæður fyrir því að maður ætla að bíða aðeins með það, skilur við að gera eitthvað annað en ég held að þannig að blunda draumar hjá mörgum held ég Ok, þá ætla ég að koma, þetta var A-hlutin, ég ætla að færa þetta yfir í A, B og C. B-hlutin er þá, þegar þú fer að stað með þetta, þá væntanlega, þú veist, hvaða kríteríur ertu þú með? Það er að segja að bara ég ætla að fara að bjóða upp á sálfræði þjónustu á netinu, en þú veist, hvað er það sem ég vil sjá að sé í boði fyrir fólk sem er ekki í boði fyrir fólk núna? Já. Ég hef bara einbeitt mér að því, allavega, príma varandi sálfræði semst samtölu meðferð á netinu, þá var ég nokkuð viss á því að semst vídeosamtöl, þau eru jafn góð á skrifstofu. Sína rannsóknir það? Sína rannsóknir það og gast lesa það og síðan bara fann ég það, eða svona, ég fann á tilfinningunni að þú veist, þetta sé bara framtíðin. En það eru tveir hluti sem eru mikilvægir hérna. Fyrst, klíentinn er skjólstæðningurinn, hann verður að vera comfortable með það. Það er að segja, þú eru aldrei átt vídeosamtal með einstakling, þá myndi ég ekki mæla með því að það sé sálfræðingur sem er fyrsta vídeosamtali. Og síðan verður sálfræðingurinn að vera rosa comfortable með það. Hann verður að geta fundið fyrir því að þetta sé alveg gott á skrifstofunni og hann má ekki líta á þetta sem secondary. Þannig að það er mikilvægt. Þannig að þú segir lykilatriði í þessari báðir aðalar séu búin að venja sig á vídeósamtölu. Báðir aðalar séu búin að venja þig og síðan þarf sálfræðingurinn í dag vitum við að því, við þurfum að þjálfa hann ef við fáum sálfræðingi okkur, við erum 100 sálfræðinga í dag í það, þú veist, hvernig á að gera vídeósamtölu og allt það. Þannig að eitt skrefið í að taka semst vídeósamtölin, það er svona, held ég að það mun aldrei breytast. Semst við erum að tala gervigreind og fullt svona í heiminum í dag, það er ekkert sem mun replacea persónu og sálfræðing. Fólk mun alltaf vera óska eftir að tala við annan aðal. Ég held það. Þannig Þú sér ekki fyrir þeirra að verði róbótasálfræðing? Nei, ég held nefnilega ekki og við höfum oft verið í debate líka búin til háskóla og annara og ég verið í svona panel debate og það eru aðrir á annari skoðun og það er bara frábært. Ég held ekki. Við munum fá vélmenni en þau munum bara ekki vera sálfræðingar. Er byrjuð þróun á sálfræðinga vélmennum? Nei, það er bara að vera að þróa vélmenni, skilur, sem eiga að vera vinir en þeir en þeir sem mun eftir Star Trek var með ekta sálfræðing. Ef Star Trek var með ekta sálfræðing og ekki vélmenni, þá getum við aðeins séð inn í. En það er eitt hluti sem við getum leist og síðan er
mikið annað sem við getum leyst semst, með tækninni semst, bara betri upplýsingar á árangur í meðferð, við söfnum gögnum hvað fólki finnst, þú getur betur bætt hlutina, þannig að byrja að styðja að þessari one-to-one. Þannig en svona einn af stóru þáttunum að gera sálfræði samtölun á netinu eins góðu þú getur gert. Hvað þá kemur svolítið C-liðurinn sem ég gef mér það, hvað það langur tími sem þú búin að vera að vinna í þessu? 3 ár? Já, rúm 3 ár. Yfirleitt allir, ég held að flest allir frumkvöðlar þekki það. Þú fer að stað með eitthvað konsept og svo bara byrjaru og þá fattar allt í þenni, ég þarf að fara með þetta hingað og svo þarf ég að fara með þetta hingað og hingað. Þannig að útkoman sem þú komið með núna væntanlega talsvert ólík því sem þú varst að pæla í upp. Já, allt önnur. Hvað það sem búið að breytast? Ég held bara sé bara rosa mikilvægt eins og í þessu, bara átt að segja á því sem að fer að stað með eitthvað, ég meina, byrja virðingu fyrir því sem þú veist ekki og ég bara upplýði rosa snemma, skilur, það eru margir hluti sem ég var ekki góður í og ég þurfti bara að fá hjálp og aðstoð og byggja gott heimi kringum mig, kringum hlutina sem ég ekki svo góður í og svo held ég sé bara rosa mikilvægt að fá allt þetta feedback, fara á stað með hlutina, fá feedback og breyta. Ég held að það sé rosa mikilvægt að hlusta á það sem fólk og skjólstæðingar kúnin að segja. Vera rosalega upptekin af því að safna upplýsingum, vera alltaf alltaf tilbúin til að breyta skoðunum. Við verðum að láta upplýsingarnar breyta skoðunum. Þannig að eins og Steven Seagal sagði einhvern tímann, já, hann var góður, assumption is a motherfucker of all failures. Þannig eitthvað þá leið, Þannig að ég held að það hefur bara mikilvægt, Seagal, hann ákveðin heimspekingur. Hann góður, Okkar maður. Já, þannig En ein svona hliðarspurning þá að því að COVID-tímabilið hefur náttúrulega kennt fólki, rosalega mikið af fólki sem allt í einu bara orðið vant vídeósamtölum sem maður hafði aldrei prófað áður. Þannig að þetta tímabil hlýtur að vera, ef maður tekur eitthvað gott út úr þessu tímabili, þá þetta, svo ég slett að accelerate okkur dálítið mikið inn í framtíðina. Við erum svona allt í einu að sjá bara, það er óþarfa að fara eitthvað helgaferð til Amsterdam til að taka fund, ég gerir þetta bara í gegnum net. Þá ekki, myndir ekki segja þá að plattformið fyrir svona internet sálfræði þjónustu og vídeósamtöl við sálfræðinga þá allt í einu komið á miklu betri stað þegar svona stór hluta fólki orðið vanur því að vera að tala í gegnum Teams og Zoom og allt þetta bara annað hver vinnustæður eða meira bara að vinna með þetta alla daga. Algjörlega og svo við upplifum bara við höfum alltaf haft trú á þessari framtíð, þetta myndi vera svona en ég held bara COVID var þetta minn geira bara sett okkur 5 eða 10 ár fram í tíma. Þannig að áður fyrr þá var ég til dæmis að svara spurningum, skilurðu, það sama eða getum að tala við sálfræðinga á netinu. Fólk var að spyrja um það. Og svo var kannski einhverju með einhverju efihyggju. Sálfræðingafélög í Danmörku og Noregi og í Evrópu hafa bara verið mjög tortryggin. Nú eru þau það ekki. En þannig og nú erum við ekki heldur spurð þessum spurningum þannig að þetta hefur breytt öllu varðandi bara vinnu okkar það hægt að vinna og taka fund á netinu við þurfum ekki keira að fljúga í fund sem að taka á netinu og það jafn gott að taka samtal við sálfræðing á netinu eins og á skrifstofu. Ég held að bara, mun fleiri fólki við átt að segja á því undir COVID. Það líka ákveðin svona blokkering, það kemur náttúrulega ekki til staðin fyrir svona mannlega samskipti, svona face to face, en manið mitt eftir einum tímanum hjá mér þar sem að ég gleymd honum og það voru kortur og seinna og það hringir sálfræðingurinn í mig. Þú átt að vera hér og ég segi bara gleymdi mér og hélt þá bara, bara finnum annan tíma og ég ætlaði bara að fara að kveðja hann og þá segir hann, tökum þetta bara gegnum síma. Og þá fattaði ég, þar ég ekki einu sinni með vídeósamtalið, en þetta var bara fínn tími í gegnum síma, og þá hugsaði ég mitt, þetta er nú kannski alveg, að væri alveg hægt að vera með svona 60% sálfræði þjónustu bara í gegnum síma, svo ertu komið með vídeói líka, þá náttúrulega hækkar þetta ennþá meira, Já, einmitt, og bara átt þess að því, ég meina, auðvitað það þannig að væri best að fá sálfræðingin bara að senda hann heim til sín, auðvitað, en við verðum að velja það gagvart, ég meina, það tekur mikinn tíma. Það kostar mikið, það erfitt logistically og á allan hátt
oft þannig að, en það væri best ef einhver kæmi heimtíðin, það er bara ekki mögulegt. Nei, og líka bara eins og við erum að tala núna í COVID-tímabilinu, þegar við tala álag á heilbrigðiskerfi, þá myndum maður hugsa ekki langt best að vera búin að skipuleggja þetta þannig að þeir einu sem að mæta á heilsugæslur og spítala eru þeir sem nauðsynlega þurfa að vera. Já, einmitt. Þú reynir einhvern veginn allt sem er hægt að gera öðruvísi, bara gerum það öðruvísi. Og ég held líka bara skemmtileg tím líka bara fyrir heilbrigðiskerfið að núna skemmtilegur. Já, samt. Það eru möguleikar í því að geta hugsað þetta öðruvísi og það er hægt að hafa smá guts í það að fara í breytingar. Já. Og vonandi bara Ísland verði ekki hrætt við það. Nei, og ég menna þó þú notur orðið skemmtileg, Kári var einn af mér, Stefáns, og hann sagði að þetta er ákveðin veisla og þá var hann ekki að meina að COVID sé eitthvað veisla, bara þetta er veisla fyrir vísindamenn að fá að uppgöta hluti og þetta getur verið frábært tækifæri fyrir heilbrigðiskerfið til að taka upp nýja starfshætti, sko. Já, en ok, þá kemur C-hlutin sem er, ef ég væri nú að spurja þig bara, ok, hvernig ætlað þú að fara að því að gefa mér eitthvað betri þjónust í gegnum þitt kerfi, það er að segja LifeKeys, fyrirtæki sem út með. Já. Hvernig þjónust eru það að veita sem er þá öðruvísi heldur en segjum nú sem svo að ég væri bara panta með sálfræðing út í bæ og hann rukkar eitthvað x mikið og ég bara tek klukkutíma símtal við hann eða eitthvað. Af hverju, hvað er það sem fyrirtæki býður upp á sem er öðruvísi heldur en bara þetta er einstakur sálfræðingur sem er að bjóða með vídeósíma? Sko, það sem við erum að reyna að gera er að við ráðum inn mjög góða sálfræðinga, við þjálfum þá og þannig að það er ákveðin svona garantístimpil á að þeir séu góðir. Þjálfum þá sérstaklega í vídeósamtölum. Og síðan er það þannig að þótt að sé viðkvæmt mál en þá eru bara sálfræðingar misgóður, akkurat alveg eins og kennarar eru misgóður eða íþróttamenn. En það er ákveðin því miður held ég bara að normal kurva í hæfni fólks og þannig er það líka í sálfræðinni. Þannig að við erum að fá gott fólk og síðan er það þannig nefnilega að það er ákveðin hluti sem er sko known og svo eru ákveðin hluti sko sem eru known unknown og það er sumir sækjast eftir því að tala við sálfræðing sem er ákveðin kyni, kann ákveð og síðan eru þau með ákveð vandamál og það er rosa mikilvægt fyrir okkur að geta gefið þeim aðalega sem er tilbúin til að gefa upplýsingar það sem hann vill og þarf þá getum við búið honum betri sálfræðing. Það er að segja, ef einhver með svefnvandamál, þá verðum við að geta, og vill fá hjálp við því, þá verðum við að hafa besta aðalann varðandi svefnvandamál. Þannig að það er mikilvægt og síðan er fólk líka með ákveðin preferansa. Sumi vilja tala við kall og aðri konu. En jafnvel þótt að kallin og konu séu jafn góð, þá hefur það áhrif á þína útkomu í sálfræðimeðferðin ef þú farið ekki kallin, en þú férst ekki kallin sem þú vildir en þú férst konu. Jafnvel þótt að konu séu jafn góð, en það verður áhrif á útkomuna. Og síðan getur verið að við erum tvei sálfræðingar og við erum kannski jafngóður en við erum misgóður að vinna með mismandi fólk. En er það þá þannig ef ég er að fara að nota þjónustuna að þá gef ég ákveðnar upplýsingar og þið út frá þeim upplýsingum metið hvaða sálfræðingur er bestur? Já, það er rétt. Það er eitt hluti og síðan annar hlutin er sko það sem er skemmtilegt varandi sko sækja upplýsingar og data-driven þjónustu og tækni er að síðan eru fullt af hlutum annað úti sem við vitum ekki um. Ég get kannski talið, já ég er også góður að vinna með þessi fólk, eða þessum hóp, svo kannski eru upplýsingarna allt öðruvísi. Ég er kannski miklu betri að vinna með annan hóp eða kannski þyrfti ég að gera aðeins meira af þessu. Og þá erum við að reyna að sækja upplýsingar sko, út frá samtálunum sem geta gert okkur klókari. Alveg eins og Netflix. Upplýsingar frá notendunum? Já, frá notendunum og sálfræðingunum. Það er að segja alveg eins og þú fyrir á Netflix núna og sér 2 þætti og svo segir Netflix þeir sem hafa fílað þennan þátt og þennan þátt þeir vanalega fílað þennan þátt þeir veit ekki af hverju, þeir bara sjá samhengið og það er eitthvað svona known unknown sem þú veist ekki fyrir nú færð fleiri notendur þannig að það er eitt hluta af þessu þannig að við erum góðir og við vildum segja að við séum bestir í því sálfræðiþjónustunni og síðan allt serviceið kringu það er mikilvægt, við erum líka með online námskeið sem er hluta af þjónustunni og síðan erum við líka með svona þróa web-based application sem er að hjálpa fólki að hafa yfirlit yfir sinni geðhelsu og það er meira svona sem við vitum að það er ekki fullkomið núna þegar við erum að bjóða upp á það en eftir að nota meira þá verðum við aðeins klókari og þá erum við að reyna að gera sama á Samsung Health með að tracka physical health
En pælingin ykkar þá væntanlega geta boðið fyrirtækjum eða sveitafélögum upp á eitthvað svona, nú munu allir hjá ykkur geta fengið sálfræðiþjónustu, það ekki? Þannig að þið náið stærra magni af fólki. Já. Þá kemur einföld spurning sem hvernig getið þið þá séð til þess að því þessi sérhæfing sem við talum, en að það eru nú bara rosalega margir sem eru akkurat með svefnvandamál og vilja akkurat konu, verður þá ekki bara alltaf mikið álag á þessu einu konu og hún getur ekkert sinnt þessu? Jú, en það er svona oft, sko, með þjónustu eða lausnir að þá verður maður aðeins klókari. Segjum að það gerist og þá verður ákveðið vandamál. Þá er það bara frábært, þá vitum við að því. Þá förum við að leita í fleiri sálfræðingu með svefnvandamál. Og þá bara verður maður aðeins klókar á því og þá byrjum maður að sníða þjónustuna að þeim. Við til dæmis vitum í dag, til dæmis að sunnudagar eru mjög vinsalir með að fá eftirmiddagar og sunnudum er mjög vinsæll að fá sálfræðitíma. Ég hef aldrei getið með það til fyrir að við fórum að bjóða upp á það. Við erum opin alla daga vikunar. Þannig að það er bara flott að geta vita það og þá verður sko okkar plön varandi availability og plan og algoritmana, þá verður það bara betra. Eru þið að nota þá algoritmana mikið til að hjálpa ykkur í að sjá hvernig er hægt að þróa módelið? Já, einmitt. Þannig að þau meiri sem notendunar eru sko og þá sjáum við bara álagstíma, við sjáum þetta og þetta, við sjáum mismunandi vandamál og slíkt, þannig að það hjálpa okkur. Þannig að með því að þekkja að það er algengast að fólk sæki þjónustuna á þessum klukkutímum dags, það er algengast að sækja á þessum dögum, að þá getur þið verið með þá fleiri til taks á þeim tímum, eða hvernig virkar þetta? Einmitt. Þannig að og líka að þú fer á stað með eitthvað, þá kannski heldum að eitthvað verði svona og svo kannski sérðu að það er bara allt öðruvísi. En ein spurning þá, er bara sérstakt valjú, svo ég sletti, í því fyrir fyrirtæki eða sveitafélag að bara ef einstaklingur veit að hann á aðganga sálfræðingi, jafnvel þó hann notið aldrei, það eitt og sér getur látið hann að líða betur. Það er held ég að sé alveg rétt. Þannig að það er ákveðið valjú eins og við erum sko bæði, við erum fyrsta fyrirtæki sem við hjálpa til dæmis norskum sveitafélögum sem er nú með lögskyldu að veita sálfræðiþjónustu. Það er hvert sveitafélag í Noregi þarf að hafa sálfræðing. Þannig að nú er það bara lögskylda. Og það ætti að vera þannig, og vonandi er þannig á Íslandi, ég bara veit það ekki. En og þá erum við líka að garantera og þá fær viðkomandi sálfræðitíma innan 48 tíma. Og það er ákveð bara valjú í því fyrir marga að geta vita að því að þú biður aðstæðan og þá færð hana. Þannig að þú varst nú að kaupa þér samlöku niðri og þú hefur ekki farið að kaupa hana eða þú vitað að þú þurftir að bíða í klukkutíma. Þannig að þú vissir að þú myndir fá hana innan 30 mínútna. Þannig að það er ákveð valjú í því. Segjum nú sem svo að ég veri fyrirtæki og er að kaupa þjónustuna þér. Hvað getur þú tryggt að það sé, ef ég bara ég ætla sálfræðing, hvað getur þú garanterað mér að það líði langur tími þar til ég fæ þjónustunars? 48 tíma. 48 tíma? Já. Á hverju er það byggt? Að við garanterum það? Nei, þú veist, á hverju 48 tímar en ekki 24 eða 72 eða... Já, það er sko bara góð spurning, það getur vel verið að breyti því, en það sem við gerðum ekki, við vildum ekki garanterum að þú farið þannig á sama degi og biður hjálpina. Að það er mikilvægt sko að tala að við erum ekki í emergency, eða það eru sjálfsvíg eða stærri vandamál, alvarlegi kvillar, þá er ekki okkur þjónusta best. Og við viljum heldur ekki, vera að senda signal ef þú þarft sálfræðing, þá fyrir hann bara á sama dag eða innan einhver klukkutíma. Og líka sálfræðingurinn, það er fínt að hann hafi tíma aðeins til að undirbúa sig. Þannig að það er mikilvægt. Ef þú getur ekki beðið einn dag eftir að tala í sálfræðing, þá erum við hugsanlega ekki rétti aðalinn fyrir því. Nei, einmitt. En hvað með eins og núna bara, kannski ekki liðin og langur tími, ég veit ekki, bara frá því að COVID byrjaði, ég er búin að vera með viðtölu við geðlækna sem að hafa sagt við mig geðsjúkdómar eru bara á leiðinu upp. Ég er búin að tala við fíknisjárfræðingar sem segja fíknisjúkdómar á leiðinu upp. Ég er búin að fá staðfestingu á því að sjálfsvíg á Ísland á þessu ári eru mun hærri en á síðustu árum. Verðum ekki á einhvern nátt að vera búin undir það að það sé á leiðinni bara ákveðin sprengja, því við erum búin að vera að tala að andleg heilsa eða mental health sé eiginlega bara dýrast og stærsta heilbrigðisvandamálið. Er ekki flest allt sem bendir til þess að það sé bara verða ákveðin sprengja núna á komandi mánuðum og misserum þar sem þetta verði ennþá verra? Jú, og maður lifandi. Því miður, man langar ekki að vera að spá einhverju slæmu. Nei, en það er það sem er svo sorgligt í þessu, finnst mér mér finnst ákveðna aðalega hafa skotið sér dálítið í fótinn, semst í pólitíkinu annars þar að þeir segja
þeir eru hræddir að þetta verði og alveg eins og ég held að þetta sé að færi það átt Hræddur að verða sprengja í hræddur að verða sprengja og ég held það líka en þá verðum við að hafa ákveðnar áallanir tilbúnar og jafnvel þótt að við erum að vinna sko í early intervention, mild to moderate mental health problems og við erum ekki þú veist, að vinna með sálsvígum en auðvitað það þannig að sjálfsvíg held ég muni og eru að auka fólk með geðvandamál nú fyrir þau hafa mun verra undir COVID fólk með einhverfu það eru börn sem búa við ofbeldi heima skólinn var ákveðin griðastaður það rosa mikið að sko upplýsingar benda til þess að við erum að fara í mjög stóra nýja sveiflu varandi sko hækkun geðvandamála en ég náttúrulega ekki þetta náttúrulega mitt field þannig ég brenni dálítið fyrir það en ég held líka að það sem sorglegt í þessu að ef við værum með geðvandamál utan á okkur þá væri við í pandemi. Einmitt. Þannig að og þetta að hækka. Þannig að það væri einmitt, ef að geðvandamál sæjist utan á okkur, þá væri bara geðvandamál að fara. Þá væri faraldur. En ég held að það, þú veist, það sé bara óheppilegt. Og líka bara tölur bæði á Norðurlöndum annars staðar, þú veist, þær eru sorglegar ungt fólk, geðvandamál að aukast, ákveðnum stöðum 12-18% af ungu fólki með sjálfskaðanir. Það ekki þekkt af því sko með allt sem ég hef verið að skoða varandi heilsu að félagsleg tengsl það rosalega mikil fylgni á milli, sko í raun og veru bara fullt af rannsóknir sem sýna það að ef þú upplifir þig mjög vel félagslega tengdan þá ertu með lægri tíðni á öllum sjúkdómum. Þannig að eðli málsins samkvæmt hætta á því að mjög margir einangrist í COVID-tímabilinu og ekki líklegast að þeir sem einangri sig mest séu þeir sem voru kannski með félagskvíða, voru með kvíða, voru með þunglindi, þannig að vandamál þessa fólks geta bara verið að rjúka upp í að vera eitthvað svona sem kannski aðeins milt vandamál yfir í að vera mjög mikið vandamál. Já, algjörlega. Og mér finnst einhvern veginn bara löngu tímabært að við fyrir að taka þessa umræðu. Jú, ég held að það sé brosa mikilvægt og líka bara sjá til dæmis eins og þegar COVID byrjaði. Þá náttúrulega við séð rosa stóra aukningu í notinu okkar þjónustu. Og svo maður auðvitað aðeins líka að okkar þjónusta, hvort sem að við erum með beina þjónustu samningu fyrirtæki eða sveitafélag eða gegnum tryggingafélag, að þá okkar þjónusta til dæmis á fyrirtækjum, hún mest notið af öllum þjónustum sem þeir hafa haft og undir COVID þá var þjónustan ennþá meiri notið og við hugsaum okkur undir COVID hvað getum við gert svona aukalega séð bara til að setja mental health á kortið þannig við boðum upp við vorum að bjóða upp ókeypis námskeið bara með COVID kvíða og svona almennu hlutum, það var sprenging bara í aðsókn við vorum bara með fyllt online námskeið svona bara á webinar bara hverjum degi og líka bara fyrirtæki almennt hjálpuðum IBM og öðrum bara rosalega góð þáttaka sem bara sýndi, þú veist, það rosalega margir sem hafa haft það rosalega skítt undir COVID og akkurat út af þessum þáttum líka. Eitt af því sem ég hugsaði bara frá því þetta byrjaði, þannig að ég tók hann 2 vikna sókku í byrjun og síðan bara, maður svona búin að taka þátt í þessum aðgerðum. Ég var strax einhvern veginn mjög meðvitaður að við höfum oft verið að taka bara löng símtöl og jafnvel vídeósímtöl að ég hugsaði bara, ég ætla að halda félagslegu tengslunum og það ég veit að það ekki alveg saman, það hægt að halda þeim í gegnum síma og í gegnum vídeósímtöl og þetta bara hefur heilmikil góð áhrif á mig. Já, einmitt, ég held að það sé bara rosa mikilvægt fyrir marga og bara fyrirtæki og sveitafélög bara hjálpi fólki eins, þú veist, bara setja upp betri strúktúr kringum þetta. Þú veist, vera meðvitaður það, þú veist, já, ok, ég gat ekki hitt Sölvi kaffi eða ömmu. Hún að nota Skype, þú getur hringt í henni á FaceTime og þið getur fengið ykkur kaffibolla og ég held bara, það sé bara rosa flott, sko. Það kannski öðruvísi, en það mikilvægt að missa ekki félagsleg tengslinn og þetta ákveðin svona fyrirbyggjandi þættir. Hvernig myndir þú segja að þú ert búin að vera svolítinn tíma á Íslandi? Finnur þú mikið mun á Íslandi og Noregi núna, bara á þessum tímum sem í gangi núna? Bara svona, það er kannski svona erfitt fyrir það að skjóta út í loftið og það er ekki búin að vera það lengi, en þú veist. Já. Ég held bara, ekki allir bara Íslendingar sem hafa búið erlendis og veist, Íslandi náttúrulega bara mjög sérstætt land bara
á margan hátt sérstaklega á jákvæðan hátt og líka neikvæðan hátt þannig að hérna það við erum alltaf bara eiga samfélag og það kannski orðið dálítið svona. En ef við værum að tala hérna, hvað sér orðið svolítið svona? Já, ég held að þegar Íslendingar gera eitthvað þá gera það rosalega að mikill ákefð. Það svolítið. Þannig að hérna, það hvort sem það eitthvað jákvætt eða ný kaffidrykkur þá eru allir að drekka hann eða þannig að það hefur verið rosalega ákefð held ég og finnst undir COVID óháð því hvort aðgerðina séu réttar eða rangar eða hvernig það ætti að vera en ákefðin er rosalega sterk. Þannig að hún sveiflast svolítið. Hvað myndir þú segja glöggt að gess auðvitað? Því ég hef svona lengi haldið því fram en ég hef bara að tala með raskatunni, ég veit ekki hvað er rétt og rangt. En ég hef svolítið svona verið að reyna að selja mér það að það sé fylgni á milli þess að hamingjusamasta fólki á Íslandi sé fólki sem er mikið út í náttúrunni. Já. Af því að það er eiginlega svolítið það besta á Ísland, sko. Já. Myndir ekki segja að það sé eitthvað sem að svona muni koma meira inn í heilsu að við erum öll þessi mikið og maður vill ekkert vera að tala gegn því að fólk búi í borgum. Nei. En það er einhvern veginn þetta, við erum í mengun, við erum í símónum okkar, það er meiri streita bara yfirlíkjandi yfir borgunum. Já. Er ekki bara gott fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu okkar á allan hátt að reyna að vera mjög meðvituð að fara út í náttúruna sem oftast? Jú, ég held algjörlega, hreyfing og útivist hefur náttúrulega held ég bara rosalega jákvæð áhrif og þannig að oft kannski þetta gagnrýna sálfræðin og aðra greina með að vera með svona rannsaka eitthvað sem við getum sagt okkur að séu sjálfsess sannindi en rannsóknir styðja það líka þannig ég held bara og þetta er orðið margtætt líka bara með að fara í útivistina, fara í göngutúrin skildu síman eftir þá ert að fara út frá streitustimulíunum, þú ert í náttúrunni, þú ert að fá dagsljós. Hvað myndir þú segja með þetta bara sem sálfræðingur með þetta tæki hér? Já. Er þetta, er þetta stærsta fík samtímans? Truflfík? Ég held að, og getur orðið það, þannig að alveg eins og allir með nýjungar, tæknin er æðisleg, hún er frábær. Þetta segir svolítið þversarnakent að maður getur gert svo margt gott hérna, eins og við erum að tala það er hægt að vera í sálfræði þjónustu á netinu ég get verið með forrit á úrið sem hjálpa mér að bæta svefni minn og allt þetta en síðan er bara heilin í okkur svo ófullkomin að við sækjum líki það sem er vont við þetta sem er, ég er að refresha Facebooki mitt í 93. skipti í dag og Instagrami mitt 230. skipti og allt þetta rugl sko. Og ég held að það sé bara mikilvægt bara með eins og alla hluti hvað sem er PlayStation eitthvað annað eða social media, það er ekkert að social media þetta er bara frábært, skilur og það er ekkert að því farsíma tækni bara geggjuð, getur leyst rosa mörg vandamál, en við verðum að hafa meðvitið nálgun að þeim, það er ekkert að pítsu en ef þú borðar 3 pítsur á dag ég meina þá er það orðið vandamál þannig að ég held að bara eins og með úlinga og bara okkur fullorðna fólki, ég meina við verðum bara að sýna gott fordæmi með að hafa meðvitað farsíma reglur þannig að ekki vera með þetta alltaf og kemur inn eftir vinnu sett þetta á einhvern stað hafði automatist timer á það sé ekki hægt að hringja því maður verður að hafa svona meðvitað reglur beita bæði sjálfa sig og líka mitt ákveðnum aga og er ekki þáttið líka bara algengt að foreldrarnir verða ofta að byrja að taka á sjálfum sér áður en þeir geta farið að segja eitthvað við börnin sín. Jú, ég held að það sé rosa mikilvægt sko, ég meina, maður hefur heyrt líka sögur og sé það líka bara, ég meina, það getur verið foreldur sem, þeir eru í farsímanum og Siggi, akkur ertu ekki að læra heima núna? Þeir eru sjálfi í farsímanum og kannski gargandi á börnin með að ætlast til þess að þau láti síman frá sér en þegar þau eru í símanum sjálf. Þannig að ég held að það sé bara flott. Mér langaði að færa maður í þetta sem við vorum að tala um í byrjuninni. Þú veist að tala um Ísland, að því Ísland er náttúrulega kannski með ákveðnar kjöraðstæður. Við erum með einhverja mestu internetnotkun í heimi. Við erum lítið land. Þannig að þú vilt meina að Ísland gæti orðið fyrsta landið í heiminu sem myndi bjóða upp á sálfræðiþjónustu fyrir alla. Algjörlega. Væri það ekki rosalega dýrt? Nei, ég held, það getur orðið dýrt, þannig að ég held að sé bara hvernig það er staðið að því og ég held bara leysa heilsuvandamál, það verður að vera sko samstarf milli hins opinbera og einkageirans. Ég held að það sé svona besta blandan að leysa vandamál. Hvernig samstarf? Ég held sko með að leysa flókin vandamál. Þá þurfum við bara fleiri
fleiri aðila til að koma að vandamálinu. Okay. Þannig að ég held að samstarf sko, í geðhelsu vandamálum sé besta lausnin milli einka og opinbera. Þannig ég held að Ísland gæti boðið upp á aðgengi að sálfræðiþjónustu fyrir alla. Alveg eins og það er aðgengi, þú ert með aðgengi að heimilislækni og lækni og það ætti að vera þannig á sálfræðingi líka. Og við að gera það á netinu. Gera á netinu. En væri þá ekki að þú talaður á þann að þið værið með eitthvað sem að þú kallar kannski svona mild to moderate. Væri það þá ekki þannig að síðan væri kannski með, ef þú ætlar að bjóða upp á sálfræðiþjónustu fyrir alla, að svo væri kannski með face to face þjónustu fyrir þá sem eru með alvarlegri kvilla. Algjörlega. Og bara þannig að fyrir alla og síðan erum við með úrræði, skilur, við erum með svo kallast dagdeildir eða við erum með bráðumóttöku og slíkt, þannig að við getum sorterað út og sendt fólk það sem líka það á að vera. Þannig að ég held að það yrði algjörlega góð blanda af því að flest yrði á netinu en alvarlegum tilfellum þá ger fólk á göngudeildum eða mæta face to face. Við myndum bara svona í blá lokin því að þú ert nú búin að ferðast út allan heim og mennta þig í nokkurn löndum og eitthvað svona. Ég spyr fólk stundum í lokin bara að þú verður að gefa sjálfum þér ráð og þú værir 18 ára, komið með reynsluna sem þú ert með núna. Að því gefnu 18 ára gömur myndir hlusta á það. Já, úff. Hvaða ráð myndir gefa þér? Og þú talaði ráðanum þetta svona augnablik með svonandinn að þá hefur svona fundið þér, þið er bara verið að hugra ykkur, þetta er ræddur. Já, góð spurning. Náttúrulega létt að geta séð þetta eftir á en ég eyddi of mörgum árum í skóla. Ég tók 3 mastersgráður og byrjaði dótturnámi. Ég átti að hætta þessu. Láta eina háskólagráðu bara duga og fara að gera hluti. Ég held það. Já. Þannig Er það ekki að því það er stundum svona, það er auðveldara fyrir eitthvað sem er með mikla menntun. Að því að þú ert ekki með menntun og byrjar að gagnrýna það að vera ofmenntaður, þá er bara, heyrðu, þú ert bara öfundsjúkur. En nú ert þú með mikla menntun. Mundir ekki segja til dæmis eins og núna bara reynslan að því að vera að stofna og reka fyrirtæki sé alveg ígildi nokkura háskólagráðara? Jú, maður lifandi. Ég held bara, þú veist, og á þeim tíma held maður bara, þú veist, ég held maður vildi leysa ákveðin vandamál eða þú sért með áhuga á einhverju og svo heldur maður að sko, menntunin sé leiðin. Eins og ég held að sé nú menntun í nýsköpunarfræðum. Það er til dæmis dæmi mentun sem má bara leggja niður. Já, að því þú nýsköpunarfræðin gang út og að vera frumkvöld. Já, þú getur ekki kennt það. Þú verður að gera það. Þannig að það er dálítið svona eins og já, þannig að ég myndi segja það. Ef ég væri að gera sjálfur mér ráð. Já. Ég man einhvern veginn þegar ég var að læra sálfræðin, ég veit að ég kláraði bara BA-próf, en mér var skrítið að fara í 3 ára háskólanám í sálfræði og ég var aldrei látin tala um mannesku. Já. Er það ekki eitthvað skrítið? Þarftu ekki að setja, þú veist, ég veit að þú þarf 2 ári viðbót og í mastersnáminu byrjar hann alltaf, en á ekki að fara strax meira að setja þig bara í þar sem þú ert að fara að díla við þegar þú ferð bara út í heiminn og ert að gera hluti? Jú, ég held að það sé bara komið tíma og sé endum þetta en sálfræðina. Og eins og til dæmis núna við erum með boð frá rosalega mörgum evrópskum háskólum. Við höfum verið að tala um digital mental health og það hefur bara verið metaðsókn hjá nemendum sem er í sálfræði. Því það er ekki kennt í skólunum. Já, þannig að ég held að sé bara komið tími til að aðeins fara að stokka upp sálfræðináminu, láta fólk tala við fólk aðeins fyrr. Ég meina sálfræðinámið líka með ábyrgð gagnvart Íslandi og ríkinu að leysa geðvandamál. Það er ekki bara þeir en maður verður að hugsa þetta aðeins, maður verður líka sniða námið af því hvernig á að leysa ákveðin vandamál. Ég held það. Ekki góð lokaorð bara? En það ekki. Bara aðeins, dásanlegt að fá þig. Já, gott að koma.